Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við viljum að fjalla gleðilegan viðburð í listaheiminum. Arna Magnea Danks leikona, hún hefur fengið verðlaun fyrir sinn leik sem okkur mörgum eftirminnilegur fyrir kvikmyndina Ljósvíkingar og við ætlum að ræða við hana þessa vegsemd og sennilega eitthvað fleira. Vertu velkomin til okkar. Takk kærlega. Til hamingju. Já, takk. Þetta þessi mynd þetta ekki fyrstu verðlaunin sem að þú eða myndi færir það? Nei, þetta eru 4. verðlaunin. Það að segja, í allt talið þá mætti segja að þetta sé 7. verðlaunin sem að myndin fær. Því að hún fekk 3 verðlaun á Indlandi og þar fekk ég líka verðlaun sem besti leikarinn. Burt séð frá kyni því það bara veitt 1 verðlaun fyrir leik á þeirri hátíð. Já. Og síðan fekk kvikmyndin verðlaun á hátíð á Ítalíu og kvikmyndin fekk verðlaun í Þýskalandi og síðan var hún að fá verðlaun fá verðlaun sem besta leikonan í aðalhlutverki á stórri hátíð í Salem þarna í Bandaríkjunum. Já. Og þannig að, þessi mynd að fara ansi víða út allan heim og kannski svolítið, manni finnst svolítið skrítið að þegar við erum að fá verðlaun eða kvikmyndin á hinsegin hátíðum og eru náttúrulega að fá verðlaun vegna þess að þessi mynd þykir einstök á heimsmælikvarða vegna þess að þarna transkona að leika transkonu bæði fyrir og eftir að hún kemur út sem rosalega sjaldgæft og líka og ekki síður sjaldgæft að transkonan í myndinni hún deyr ekki á hræðilegan hátt. Hún er ekki svona tragedísk persóna. Hún er mjög sterk persóna, hún fylgin sér sérstaklega eftir hún kemur út og hættir þessu ferleik að þá bara verður allt miklu bjartara og við sjáum það bara svo skýrt hversu karakterinn Björn þungur og hægur og jafnvel hljóður á meðan Birna brosandi, hún miklu hávareri og öll einhvern veginn miklu meira lifandi og þetta náttúrulega það sem að fylgir oft fólki sem trans. Við erum að burðast með þetta á bakinu sem samfélagi búið að segja okkur að við verðum að vera inn í skapnum og það eins og að hafa heilt fjall á bakinu. Það rosaleg byrði og þessi léttleiki sem að kemur eftir að maður kemur út bara ólýsanlegur og dásamlegur. En við þurfum að berjast fyrir honum og við sannlega út allan heim og ekki síst núna í Bandaríkjunum þurfum við að berjast fyrir að haldi þennan léttleika vegna þess að það svolítið hart að okkur sótt. Sannarlega. Sem alveg ótrúlegt þegar maður hugsa til þess að transfólk bara rétt 1% af mannkyninu og hérna á Íslandi transkonur sem hópurinn sem rauninni á undir mest högg að sækja að við erum ekki nema 0,2% hérna á Íslandi að við erum ekki ógn fyrir einn en einn en okkur sannlega ógnað og þess vegna skipta þessi verðlaun alveg gífurlega miklu máli að því að þessi saga, hún mun lifa mig og hún mun lifa öll okkar sem tóku þátt í henni en þetta saga sem að gefur komandi kynslóðum og komandi kynslóðum transeinstaklinga von betri tíð því að transeinstaklingar hætti ekki að fæðast ekkit frekar en örvhent fólk hættir að fæðast þannig að við munum alltaf vera til þannig að ég bara rosalega stolt af þessu verðlaunum og ég virkilega stolt af þessari mynd og leikstjórinn á náttúrulega alveg bara gífulegt þakklæti og lofskilið fyrir að hafa farið þessa vegferð hann Snævar Sölvi. Já.
Ég ætla einmitt sko þessar ógnir sem þú nefnir. Mér langar einmitt aðeins að tipla þeim á eftir. Já. En ég ætla að halda mig aðeins lengur svona til að byrja með við þessa mynd. Sko, fyrir mig sem leikmann þegar ég sá hana, hún vakti tilfinningar. Já. Já. Og með tilfinningunum verður breyting. Já. Og sko styrkur hennar að mínu mati sá að einmitt eins og þú segir eru sterkir karakterar, það þarna depur sem breytist í styrk og hérna en það voru aðalega tilfinningarnar, það var sko galdurinn við að ná fram þessum tilfinningum og þessum sko ég ekki frá því að hún hafi breytt einhverju hjá mér sko það að horfa á hana að svona maður það urðu til einhver tengsl sem áður höfðu kannski ekki verið bara svona, nenni ekki pælið þessu en hérna hver heldur þessi galdurinn við þetta að þessi tilfinningalega tenging náist hjá áhorfendum? Já, þegar stórt spurt sko, ég held að það náttúrulega á stórum hluta að þá svolítið samfélagið undir í myndinni og það svona kristallast í sambandi Hjalta og Birnu þessu vinasambandi og hvernig fólk sem hefur þekkt transfólk kannski búið að vera að burðast með sjálft sig í skápnum, annað fólk veit ekki af þessari baráttu af því að hún ósýnileg. Við erum oft rosalega dugleg að fela okkur bara til þess að lifa af hefur þurft að fela okkur og það ekki óalgengt til dæmis eins og með transkonur og þær hafa verið jafnvel svona svo ég sletti uber macho áður en þær koma út bara í þeim tilgangi að reyna að lifa af í þessum gagnkynhneigða svona heteronormatífa heimi verja sig og þannig að það ákveðið sorg sem að verður til staðar hjá fólki þegar trans einstaklingur kemur út. Sko bæði sorg og ég gerði mér ekki grein fyrir þessu fyrir en það var móðir transstúlku og hún var að segja mér frá því að þú veist, þú syrgir tvennt þegar barnið kemur út sem trans. Þú syrgir að hafa ekki fengið að upplifa barnið í sínum sannleika frá byrjun. Já. En þú syrgir líka, þú veist, manneskjunum sem þú hélst að barnið var. Þannig að eins og í mínu tilfelli að það má segja að fólk syrði mannin sem þau hélt að ég var, en það líka kannski syrði stelpunum sem ég fekk ekki vera. Já. Sem að var falin, en var alltaf náttúrulega til staðar. Og maður náttúrulega alltaf á bakvið því að þú veist þú verður ekki trans og fæðir svona þannig að þessi mynd í gegnum Hjalta sýnir þetta svo rosalega vel sýnir sorgina og baráttuna sem að karakterinn Hjalti gerir og náttúrulega þú veist ég held að enginn hefði náð að gera þetta jafn svona manneskjulega og hlýlega og einlæglega og Björn Jörundur bara þannig að og að því að ég og Bjössi við náðum svo vel saman bara sem leikarar og sem vinir á setti og líka af setti við vorum að vinna saman að þá skilaði það sér náttúrulega líka í tökunum sjálfum við unnum svo vel saman. Var hún skotin á löngu tíma? Á 6 vikum. 6 vikum? Já. Og eru þið þá bara, þið eru saman? Já. Við erum bara föst saman hérna í 6 vikur á Ísafirði. Já. Það voru reyndar einhverju dagar sem voru skotnir í Reykjavík, þar sem ég, sko minn karakter var ekki í Reykjavík en sérst karakterinn hans Bjössa var í Reykjavík og þær senu voru teknar upp fyrir, þannig að það má segja að það farið svona 7 vikur í tökur. Já, og þú minnist á vináttu ykkar Björns Jörundar mann svona dettur í huga það hafi verið andrúmsloft hlýju húmors og nándar alltaf í tökunum einhvern veginn, er það ekki þannig? Jú, og líka bara leiksturinn hélt vel utan okkur alltaf tilbúin að hlusta þú veist, alltaf tilbúin
ef að eitthvað var ekki að virka, þú veist, eins og þegar texti skrifaður og virkar á blaði og síðan þegar maður byrjar að þú veist, leika og svona, þá eru ákveðin orðasambönd sem einhvern veginn virkar hún ekki eins vel í talmáli. Nei. Og sumir leikstjórar geta verið mjög stífir að textinn þeirra bara heilagur. Já, ég skil. En Snævar var alltaf tilbúin að hlusta og breyta og aðlagast og það bara alveg einstakt að vinna með honum. Og oftar en ekki var það Bjössi sem kom með alveg bara, má ég breyta þessu? Og hann náttúrulega snillingur með texta. Þú veist, textanir sem hann hefur samið með nýdönsk og annað bara... En að mínu, þú veist, svona mín skoðun bara, þú veist, flottasta textasmíð sem að við höfum heyrt og eigum við samt æðislega mikið af frábæru tónlistafólki hérna á Íslandi. Þannig að, já, ég held að þetta veri bara svo einstaklega góð blanda og líka, þú veist, þegar það komu inn aðra personur að þá og sem að vildu spinna eitthvað og bæti ykkur við eins og Lolla náttúrulega Ólafía Hrönn snillingur sko, algjör með komiska tæmingu upp á 1.000.000 að þá var þú veist alveg bara spunnið og breytt og lagað til þú veist sem að varð náttúrulega þú veist svona ferskara og skemmtilegra fyrir vikið. Já, listrænt frelsi og já. Og kastið, bara allt kastið sem að kom hana, þú veist, eins og Sara Dögg og Helgi Björns að þú veist, þetta bara var hverju öðru betur og Vigdís, náttúrulega þetta var fyrsta myndin hennar og það eins og hún hefur aldrei gert neitt annað, sko. Hefur þetta ævintýri, svona, fyrst þegar þú last handritið, manstu hvernig þið leið, manstu hvort þú hugsaðir, já, þetta geti nú orðið ansi mikill mellur eða hefur þetta komið þér á óvart hvað þetta hefur orðið mikið ævintýri? Já, sko, fyrst þegar ég fekk handritið hendur, þá var það alveg nánast 3 árum áður en tökur byrjuðu. Og ég kom að þessu sem ráðgjafi, bara, þú veist, þess að þróa aðeins persónuna, að því hann vildi fá álit transkvenna á þessari persónu. Og hann hafði samband við mig og Önnu Kristjáns og Uglu veit ég og Veiga hjálpaði náttúrulega mjög mikið við handritið og ég og hann svona fór að viðra þessa hugmynd við mig að ég eina transkonu í Íslandi sem menntuð leikona að ég myndi taka að mér þetta hlutverk og fyrst var það bara nei, ég vildi það ekki að því ég vildi ekki fara tilbaka sko, þegar ég vissi að ég þurfti að leika kallmann það var fyrir mig martröð að fara aftur í þetta gerfi að sjá hann í speglinum en síðan sko var svona ákveð þrýstingur frá honum og síðan fór ég að hugsa ef ekki ég þá hver þú veist þannig að ég ákvað að slá til en þá komu framleiðendurinn og sögðu já við erum ekki viss að Arna ráði við það að leika kallmann þú veist, fara tilbaka og ég sagði, byrju, en ég lék hann í mörg ár, ég var aldrei hann en vissulega var það krefjandi og ég faldi það rosalega vel ég fór aftur í smá feluleik ég faldi það hvað það var erfitt fyrir mig á setti en aftur þá gerði leikstjórinn það miklu auðveldara að hann tók upp allar senurnar með karakterunum Birni fyrst, hann bara kláraði þær Já, illu besta aflokið Já. Og það var alveg gífulega léttir en þessi 1,5 vika sem ég var samt hann og náttúrulega lengur að því undirbúningi og annað þá þurfti ég, þú veist, var það hætta að snirta mig og svona ýmislegt sem að eins og, þú veist, mátti ekki vera með plokkaður augabrýr og ýmislegt sem að ég þurfti að hætta þú veist, að snirta neglunar og ýmislegt annað að það var rosalega erfitt og það voru alveg tímabil sem að, þú veist, ég krenjaði mig í svefn en ég faldi það að því að mér fannst svo mikilvægt að takast á við þetta hlutverk en ég upplifði líka og það var bónusinn
ég upplýði líka rauninni aftur þennan gífurlega léttir og feginleik þegar ég fekk að hætta að vera hann. Það var dásamlegur dagur og það var svona helmingurinn að deginum var smá svona degur af því að það þurfti að breyta mér aftur í hana fyrir Birnu-hlutverkið og síðan voru tökur en þú veist það var æðislegur dagur, það var frábær dagur og ég varð ástfangin af Ísafirði og bara fólkinu þar og ef það er einhver staður sem að ég myndi vilja búa á fyrir utan Reykjavík þá er það Ísafjörður. Trúi því. Alveg sérstakt andrúmsloft þar. Alveg. Sko í ljósi þess að þú segir að þetta náttúrulega hjó nærri þér þá hlýtur að vera mikill léttir og svona mögnuð sigur tilfinning hvað kvikmyndinni hefur vegnað vel og hvað hann hefur verið vel tekið, ekki satt? Jú, vissulega. Það var áfall fyrir mig og fyrir mörg okkar þegar þú veist, Edduverðlaunin voru að myndin var tilnefnd í öllum flokkum nema ég var ekki tilnefnd og ég var sérst ekki tilnefnd á meðan Bjössi var tilnefndur og leikstjórinn og þú veist og meira segja þú veist í aukahlutverki ég held að Ólafía hafi verið tilnefnd en allavega það voru heldur 9 tilnefningar sem myndin fékk vann engin verðlaun en við vitum alveg að þessi bransi það er ákveðin pólitíki í honum eins og öðrum bara eins og í akademíinu í Bandaríkjunum og fleira við vitum alveg að það er ákveðin pólitík sem ræður ríkjum. Áttu þá við kynjapólitík? Já, sko, það voru sögusagnir og ég náttúrulega hef engar sannanir í höndunum. Þannig bara, þú veist, fólk sem að þekkti til og svona eldri leikarar, eldri leikari, samkynhneigður, sagði við mig að hann hefði heyrt af því að þú veist, það hefði spilað, það hefði sem sagt, haft áhrif á niðurstöðu dómnefndar að sumir einstaklingar í dómnefndinni sem eru 40 mann sem enginn veit rauninni fara að vita hver hefðu ekki viljað að ég fengi verðlaun í kvennaflokki af því ég var í trans og náttúrulega það fyndist ég rauninni vera eins og hann orðaði það og ég veit ekki hvort hann hafi heyrt þetta eða bara orðaði þetta svona sjálfur að ég væri hvorki fugl né fiskur og ætti rauninni ekkert heima hana en þetta vakti og var þú veist, þetta vakti mikla reiði innan bransans meðal leikvenna sjálfra og þeim fannst þetta ótækt og eins og ég segi það er ekkert að sanna neitt eða færa þú veist og þetta er búið að gert ég held að þau sem að stjórna svona umstökin kringu Edduna hafi sko brugðið alveg jafn mikið og öllum öðrum þau náttúrulega þú veist eru bara haldið utan með þetta þau eru ekki að ráða hverjir eru í dómnefndinni raun og veru það er valið handahófskennt þannig að VIFT sem er Women in Film and Television sem er alþjóðlegt félag og það er útibú hérna á Íslandi líka að þeim fannst tilefni til að gefa mér sérstaka viðurkenningu fyrir leik minn í þessari mynd og það var svona fyrstu verðlaunin mín fyrir myndina og mér þótti afskaplega vænt það og þykir vænt það og skipti mér miklu máli að það fengi þau verðlaun og er ég þakklátt bara þú veist systurum mínum í leiklistabransanum fyrir hvað þær hafa staðið þétt við bakið á mér Við að hlusta á þig sko ræða þetta þá svona það vekur undrun hjá mér að maður skildi ætla að í þessum listræna geira þar væri minnst af þessum fordómum sem þú ert að nefna að kunna hafa er það misskilningur minn? Það er nefnilega sko þessi geiri sérstaklega kvikmynda og sjónvarpsgeirin er rosalega karllægur og hefur verið það mjög lengi og til dæmis að því ég líka áhættu leikstjóri að það voru leikstjórar sem héldu ekki vatni yfir hvað ég væri frábær áður en ég kem út með þeir héldu að ég væri karlmaður en hafa ekki þú veist haft samband við mig eftir ég kom út
bara ekki einu sinni. Þannig að það er alveg vita að það er ákveðnir fordómar. Ég hef alveg heyrt og fengið að heyra það að þessi og hinn leikstjórinn, og ég vil ekki vera að nefna neinu, að því að þetta hefur svo áhrif og svo, það er nefnilega alltaf sama fólki sem er að vinna í ljósadeildinni. Þeir eru að vinna út um allt. Krúin eru meira og minna alltaf sömu krúin, má segja að Glassir yfir sig að nota sama krúið gegnum gangandi í öll verkefnin. Síðan er kannski True North með annað og svo framvegis og Pegasus með annað og þú veist, en krúin þau mingla og flakka og ljósamennir eru þú veist í hinu þessu verkefnum og sminkurnar og annað, þannig að þetta er alltaf sama fólkið og það er náttúrulega heyrir alls konar og sumt sem að það kannski mislíkar og sorgnar og lætur flakka til mín eða annara en þú veist, ég vil ekki fara að nefna nöfn vegna þess að ég veit að það getur sett þetta fólk og þeirra störf í hættu en það, vissulega bara að þá eru fordómar í bransanum og þú getur bara skoðað það tölfræðilega séð þá tekur það oft 4 til 5 ár fyrir karlkynsleikstjóra að fá vilyrði eða fá styrk úr kvikmyndasjóði að meðan það tekur kvenleikstjóra 7 til 8 ár og ég vil lengur og það er talað það sjálfar sko. Það er miklu erfiðara fyrir þær að fá verkefni framleitt heldur fyrir kallana. Þannig að það er algjör miskilningur að listir jafnt og frjálslyndi. Já, sko, allavega þegar kemur að þessu og bara í gegnum MeToo-byltinguna þá voru mjög margar sögur svona kynferðislega áreitni innan bæði leikhússins og kvikmyndabransans og það voru þú veist, meiri krafa að fá nándarþjálfa þú veist, á heimsvísu það er bara ein sem að hefur sérhæft sig í að vera nándarþjálfi og ég veit ekki til þess að hún sé að drukkna í verkefnum ég lærði það sem er kallað fight directing í Bretlandi og í gegnum það fá við og þurfum að taka sérstætt próf í það sem er kallað physical etiquette og er alveg bara heil bók sem við þurfum að fara yfir hvernig við vinnum að því við þurfum að vinna með líkama fólks og annað og það er svona undanfari nándarþjálfunar því að oft voru fight director líka fengnir til þess að koreografa svona senur og ég hef sjálf koreografa nauðgunarsenu ég gerði það í Stellu Blómkvist 1 koreografaði þar senur og þannig ég hef alveg nýtt mér þá tækni en ég er aftur ekki nándarþjálfi sem er orðið svolítið meira sérhæfðara og ég veit ekki til nema að það sé ein slík á landinu og það er því miður hérna á Íslandi það er alltaf verið að spara og það er mjög ofta kvikmyndir og sjónvarpsverkefnin á Íslandi eru keyrð áfram á lágmarkskrúun ég hef verið í bandarísku verkefnum þar sem að það eru 3-4 sinnum fleiri í kringu SIPA production af fólki á bakvið með íslensk verkefni og þetta er náttúrulega bara út af peningum kvikmyndasjóður er rýr hann er mjög rýr og miklu rýrari heldur en ætti að vera með við hvað þessi hvað þetta eykur hróður Íslands og hvað þetta er mikið auglýsing fyrir Ísland og hvað þetta skapar mikla tekjur fyrir Ísland það er alveg vita mál og viðurkennt að kvikmyndaiðnaðurinn hann er að skila 4-5 krónum tilbaka af þessum 1 krónum sem af 1 krónu sem þau fái styrk þannig að þyrfti að stækka kvikmyndasjóð og nokkur hluti þeirra sem koma gaggjart sem ferðarmenn til Íslands koma vegna menningarlegra áhrifa svo sem eftir að hafa séð íslenska bíómynd já og ég meina núna er ljósvíkingar búin að vera að ferðast heiminn búin að
og það fólk frá Indlandi og frá Austur-Asíu og Ástralíu og annað sem ætla að koma til Íslands bara út af þessari mynd og Bandaríkjunum og Þýskalandi og Ítalíu og Tékkóslóvakíu og þú veist og bara Póllandi, þú veist, allstaðar sem þessi mynd hefur komið og í Noregi líka, allstaðar sem þessi mynd hefur komið, þá hefur hún snert við fólki. Já, þetta algjörlega frábært. Já. Arna, síðast þegar þú komst hérna í heimsókn til mín að Rauðaborðinu, þá var það vegna ummæla manns sem nú orðinn varaformaður Miðflokksins. Hann hefur vaxið í metorðum á sama tíma og hann hefur verið útrópaður. Stofnanir Íslands hafa bara álíktað gegn honum. Þá var hann ekki, ég rabbaði við þig rétt fyrir Kastljós þáttinn. Já. Sem að varð þessi sprengja. Já, sem varð þessi sprengja. Síðast í gær satt hérna biskup Íslands. Já, hún er dásamleg. Guðrún. Já, og við ræddum þetta mál aðeins. Hún sagði mér að hún hefði sannarlega ekki verið viss hún væri að gera rétt. Hún þurfti að hugsa það áður en hún blandaði sér inn í það að gagnrýna Ríkisútvarpið. Því það náttúrulega auðvelt að sitja hjá og segja ekki neitt og gera ekki neitt, en hún sýndi ákveði hugrekki að mínu mati og við vorum að ræða þetta mál þá og nú ertu hér. Og mér langar svona til þess að, ef þeir eru sama, getur þú farið aðeins yfir það sem að hefur gerst núna síðan þú varst hér og varðar þetta, að vex, eins og ég nefndi áðan, vegsemd þessa núverandi varaformanns Miðflokksins, hún eykst á sama tíma innan Miðflokksins, á sama tíma og ég hef haldið því fram að ef öll þjóðin væri undir og öll þjóðin hefði ætlað að kjósa sér varaformann Miðflokksins, þá hefði niðurstaðan náttúrulega orðið allt önnur vegna þess að maður finnur víða fyrir mikilli andúð gegn þessum sjónarmiðum sem að koma fram í honum, hvað var þar kynin og allög gegn minnihlutahópum sem að þú hefur einmitt farið yfir. Það eru 0,3% transkonur. Nei, transkonur á Íslandi eru 0,2%. Já, 0,2%. Og hvaða lærdóm getur þú dregið af síðustu vikum? Hvernig líst þér á horfurnar og hver eru svörin? Það eru litla spurningar. Það dúndrar á manni pingu litla spurningar. Þú vilt ekki að við nefnum hann nafn þá? Já, þannig að Snorri Másson og Sigmundur Davíð og þetta stuppusna gengi í kringum hann og líka hjá sambandi ungra sjálfstæðismanna að þetta allt saman raunir bara tækifæri sinnir og þau vita það að í hverju einasta samfélagi alltaf fólk sem reitt. Það reitt vegna þess að vextir eru of háir eða matakarfan er of há. Af því að það að berjast í bökkum. Það ávarla fyrir húsaleigu, hvað þá mat, hvað þá frístundu barnanna sinna og ýmislegt og það reitt og það svo auðvelt þegar fólk reitt og við tölum það, þú veist, í uppbyldi til ábyrgðar að þá tölum við sleikipinaheilan og í sleikipinaheilanum að þá það þannig að við erum sem sagt farin á spýtuna frumheilan, þar sem að við erum bara raunni eins og bara krokodil og engin rökhugsun fer fram og raunni ekki hrein tilfinningahugsun, þar bara reiðin og þegar við erum komin þangað að þá tökum við ekki skynsamar og góðar ákvarðanir og þegar fólk komið þangað þá vill það fá bara auðveldsvör, það vill fá skyndilausnir og þá koma alltaf flokkar, svona populískir flokkar og þeir hafa gert það náttúrulega bara gegnum söguna, bara frá því að lýðræðið var til sem bara hugmynd og hugmyndafræði að þá hafa alltaf komið upp flokkar sem að vita það að með því að höfða til verstu hvata einstaklingana til reiðinar að þá séu þeir svona
nánast öruggir með að fá 5-10% atkvæða. Og 5-10% atkvæða nóg til þess að komast á þing. Það nóg til þess að, skara eldaði í einn kuku. Það nóg til þess að viðkomandi stjórnmálaflokkur fái fullt af pening til þess að reka stjórnmálafli sitt. Og það það sem að þessir Snorri Másson, Sigmundur Davíð og Suðstrákanir og fólkið sækist eftir. Það völdin. Ég held ekki að Snorri Másson trúir öllu sem hann segir, bara langt í frá. Ég held að Sigmundur Davíð trúir ekki öllu sem hann segir. En ég held að þeir vilji báðir völd og áhrif. Og þeim nokk sama hvernig þeir fara að því. Þar bregst þeirra siðferði. Vegna þess að sko, ef að hvort sem að fólk stjórnmálafólk eða ekki stjórnmálafólk, þá höfum öll einhver lífsskildi. Og þessi lífsskildi okkar, þetta eitthvað sem að gera það verkum að við veljum að vera gott fólk. Við veljum að, þú veist, að ræna ekki einhvern annan eða berja ekki einhvern annan. Veist, við getum á hverjum einasta degi valið. Og það þú veist, þessi frjálsi vilji sem að fólk hefur. Við erum ekki að velja í nútíma samfélagi eins og kannski fólk gerði hérna áður og sumt fólk í Bandaríkjunum velur að gera eitthvað því það heldur að ef það gerir það ekki þá fara það til helvítis. Ég held að fæstir Íslendingar, ef þá nokkur, trúi lengur á eitthvað helvíti. Og þannig að vera raunverulega góð manneskja að gera það vegna þess að þú vilt gera það en ekki að því að þú heldur að þið verið refsa fyrir að gera það ekki. Þannig að við öll ákveðum að setja ykkur ákveðna svona lífsskildi, lífsreglur sem við viljum fara eftir. Síðan eru aðrir sem að hafa bara allt öðruvísi lífsreglur og lífsskildi og þeirra lífsreglur eru kannski bara að ná eins miklum völdum og þeir geta og þeim nokk sama hvernig þeir fara að því. Og þeir eru bara mjög sveigjanlegir og það fer alveg eftir tískubólunni hvað það fyrir þegar MeToo var sem hæðst og það var, þú veist, áður en COVID kemur. Það má alveg sjá að COVID hafði alveg gífurleg áhrif. Að þú veist, þá voru þessi sömu einstaklingar eins og Snorri Másson yfirleistu feministi að því að þar var þú veist, mestu áhrifin það var mestu áhrifin og völdin að fá að vera á þeim vagninum. Núna aftur á móti vegna þess hvað Trump hefur orðið ágengt og bara á þessum örfá mánuðum sem hann tók yfir að hvað, þú veist, bara mannréttindi, ekki bara réttindi hinsegin fólks og transfólks, heldur réttindi kvenna, hafa bara verið skrúið tilbaka 10 ára í Bandaríkjunum. Og það sko langt í frá að þeir séu búnir. Þeir nú þegar fyrir Alríkisdómstólnum liggur 3 mál bandaríska. Eitt að heimila bælingameðferðir á öllu hinsegin fólki aftur sem eru bara pyntingameðferðir sem eru verið að reyna að neyða hinsegin fólk að vera straight, gagnkynhneigt, þú veist, og sískynja, þú veist, þannig að og samt hafa rannsóknir sýnt fram á að þetta eykur sjálfsvíðs hugsanir og tíðni 80%. Annað mál sem að fyrir Alríkisdómstólnum sem þeir eru reyna á í gegn að banna fóstureyðingar burtséð frá sko öllum kringumstæðum alfarið yfir öll Bandaríkin. Þetta þýðir að barnadauði mun aukast, þetta þýðir að dauði kvenna að völdum fæðinga mun aukast, þetta mun hafa gífurleg slæm áhrif á konur þvert yfir öll Bandaríkin. Og þriðja málið að þeir ætla að skrúa tilbaka réttindi samkynhneigðra til að vera í hjónaböndum. Og það skiptir máli að fólk sem telur sig, þú veist, hafa góð lífsskildi, hvort sem að það hefur skoðun á mér sem mannesku, sem náttúrulega fárlegt, því að ég til
hvort sem að fólk trúir því að ég sé til eða ekki, að það gerir sig grein fyrir því að það er miklu meira hérna undir bara réttindi transfólks. Við vorum svolítið kanarifuglinn í kólanáminni og það er svo auðvelt að byrja að ráðast á minnihlutahóp og þegar þú kemst upp með allan andskotann gagnvart þessu minnihlutahóp þá er svo auðvelt að yfirfara það á restina. Og það er það sem er að gerast í Bandaríkjunum, það er að gerast í Bretlandi, þetta er að gerast að ákveðnu leyti í Þýskalandi með uppgangi öfgahægri afla þar og þetta er að gerast með uppgangi bara og hvað við segja, þessari taktík sem við erum að sjá bæði innan Miðflokksins og samband ungra sjálfstæðismanna að það er verið að vitna í Charlie Kirk og það er verið að prenta húur sem að ástendur Ísland fyrst. Ísland er ríki sem að er á þeim stað sem það er í dag vegna þess að aðra þjóðir voru ekki með þetta motto. Aðra þjóðir eftir seinni heimsstyrjöldina sáu hag í því að hjálpa öllum í kringu sig vegna þess að þannig byggir upp hagvöxt. Þú byggir upp hagvöxt og velsæld með því að öll ríki versli sín á milli. Að þessi hringrás. Engin þjóð sem hefur einangrað sig býr við velsæld. Við sjáum það bara hvernig Norður Kórea er. Viljum við vera Norður Kórea norðursins? Þú veist, ef við einangrum, þú veist, við hefum á allt okkar undir að gagnvart, þú veist, útflutningi. Höldum við að við getum bara lokað öllu og haldið áfram að flytja bara út á þess að neitt fari að stoppa það. En sko finnst þér að línan á milli þessara skuggalegu strauma og þessara sláandi dæma sem þú ert að nefna, finnst þér að hún hefði styst að utan og yfir í lögheimili Miðflokksins þar sem að þú lýsir til dæmis þessum tveimur gæjum sem markleysingum, populískum markleysingum sem eru samt sko þeir eru líka svolítið varasamir. Já. Hefur þessi lína styst? Er taugin orðin styttri núna frá hinu versta í samburðarlöndum út í heimi eins og Bandaríkjunum? Hefur hún styst hingað heim? Sko, við höfum alltaf alveg frá seinni heimsstyrjöld þá höfum við verið rosalega nátengd Bandaríkjunum. Fengið, þú veist, tónlistastefnur, tískustrauma og alls konar menningar áhrif frá Bandaríkjunum. Við erum ekki, þú veist, ég hef búið á Norðurlöndunum, ég hef búið bæði í Svíþjóð og Finnlandi og við erum ekki norræn þjóð eins og Finnar og Svíar. Það er bara þannig. Við erum að mörguleiti svolítið litla Ameríka. Bara, þú veist, hvernig við byggjum okkar kerfi allt í kringum einkabílinn gegnum stórar hallir þar sem eru marga búðir, svona mall eins og Kringlan og Smáralind og fleira. Þetta er allt undir áhrifum frá Bandaríkjunum. Og þessin er það að þegar við erum að flytja inn svona hættulegar pólitískar stefnur sem eru alls ekki hættulegar fyrir alla. Ég meina að þú ert hvítur, gagnkynhneigður, ófallaður, karlmaður, þá er þetta alls ekki hættulegt. En þetta er hættulegt fyrir alla aðra. Þú getur farið á þing bara einmitt af því að þú ert þessi típa sem þú varst að lýsa. Já. Og ég myndi ekki segja að þeir séu marklausir, ég myndi segja að þeir eru hættulegir að því þeir eru tækifærissinnar og að því að þeir eru líka valdagráðir tækifærissinnar. Þeir vilja fá völd og það er þeirra markmið. Ef við setjum okkur markmið í lífinu, við höfum alls konar markmið, að þá er það sjaldnast sem að við erum með markmiðið, bara, þú veist, svona yfir markmiðið í lífinu. Ég ætla að vera eins valdamikill og mögulegt er. En vegna stöðu Íslands og þessa menningagrunn sem þú nefnir þá, gæti það gerst hér sem að er að gerast í Bandaríkjunum? Ég held að, sko, sem betur fer, þá er ennþá svo stór hluti Íslands sem er ekki komið þangað.
og það eru margar ástæður fyrir því. Til dæmis millistéttin hérna án þess sem ég finnst samt fárlegt vegna sem ég segi alltaf að það eru bara 2 stéttur í Íslandi. Það er auðvaldsstéttin og verkastéttin. Við erum öll verkastéttin. En við getum sagt að verkastéttin, að sá hluti af verkastéttinni sem að að sjá að þau hafi áhrif virkilega inn á þing, eru það mörg að þau eru ekki orðin reið. Reiði hlutin á Íslandi er ekki stóri eins og í Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum erum við að tala um að sko reiði hlutin er af þessum 400 milljónum sem í Bandaríkjunum cirka bát, að þá reiði hlutin í kringum 100 milljónir. Og að ná til hans það sem að náttúrulega Trump hefur stílað á. Trump sagði það sjálfur, þú veist, gáfa fólk þolir mikið. Þannig að það sem hann á við illa upplýst fólk sem hefur ekki aðgang að menntun, hefur ekki aðgang að upplýsingum, það er fólkið sem er kjósan, fólkið sem er reitt, fólkið sem er auðvelt að afvega leiða, fólk sem að vill fá skyndilausnir, sem að vill fá einföld svör, sem að vill bara fá að vita hver er vondi kallinn og drepum hann og þá er málið laust. Og þá er svo auðvelt að benda á transfólk, á útlendinga og innflytjendur og svo framvegis. Finna blórabökull. Þessi hluti, að því Íslendingar eru upp til hópa rosalega vel upplýst fólk. Alveg burt séð frá stétt og stöðu. Og vel að sér, vel lesið, fylgist vel með, horfir til dæmis á samstöðuna og þannig að ég held að það sé miklu erfiðara að höfða til þessar lágu hvata Íslendinga. En það er alveg klárlega hluti og það er stækkandi hluti og það er alveg hluti sem við þurfum að taka alvarlega vegna þess að ef við gerum ekki neitt að þá allavega batnar það ekki og þá þurfum við að fara að hugsa hvernig minnkum við reiðina. Sko leið og svo ég vitni aftur til þessar hluta viðtalsins við biskupinn í gær sem ég átti, þá hún fór strax að tala um sjálfsvíg. Þegar ég myndist á gagnrýni hennar á RÚV fyrir að hafa staðið fyrir þessari umræðu og hvernig RÚV stóð fyrir þeirri umræðu. Ertu sammála biskupi að RÚV hefði ekki átt að koma að segja pródúsera þennan Kastljós þátt með þeim hætti sem gert var? Já, sko það er hluta því sem ég var að segja áðan með lífsgildnin. Þú veist, við getum ekki alltaf sagt að öll sjónamið hafi rétt á sér. Þegar það eru sjónamið sem segja að annað fólk, það er að segja frelsi annara, sé á einhvern hátt skert með orðræðunni, að þá á það ekki rétt á sér. Því að frelsi okkar til tjáningar á engungu að ná svo langt að það skerði ekki frelsi einhvers annars. Og þegar það kemur einhver í Kastljós þátt og hreinlega lýsir því yfir að hluti af fólkinu sem býr á Íslandi sé bara ekki til. Eins og intersex fólk er bara ekki til. Kynsegin fólk er ekki til. Transfólk er ekki til í þeim skilningi sem að það leggur í hugtakið. Að þá þó að við séum kannski bara 0,2 til 0,4% ef við teljum, jafnvel 1% ef við teljum öll okkar. Þú veist, intersex, transmenn, transkonur og kynsegin fólk á Íslandi. Og að þá erum við samt, þú veist, það stór hópur fólks að við eigum alveg skilið að lifa og dafna eins og hverjir aðrir. Fyrir 70 árum, ekki meir en það, að þá vorum við ennþá að binda hendur örfendra barna fyrir aftan bak í skólastofum, bara fyrir 70 árum síðan. Okkur hryllir við þessum vitleysigang og þessum fordómum sem ríktu þá. Við erum bara á sama stað gagnvart transfólk í dag. Þú veist, vísindin hafa svarað þessu kalli. Þau hafa svarað þessu kalli með því að þau hafa rannsakað þetta núna bakum fyrir og sýnt fram á
að þú veist, við erum ekkert bara líkaminn okkar, við erum heilin okkar og kynvitund er mikið flóknara fyrir bara litningar. Þú veist, þetta eru alls konar gen og hormón og alls konar hlutir sem spila þarna inn í. Þannig að þeir eru nánast búin að sýna fram á það með þessu rannsóknum að það að vera trans er líffræðilegur raunveruleiki. Alveg bara eins og að vera intersex er líffræðilegur raunveruleiki. Þannig að þegar þetta fólk kemur fram í sjónvarpssal og segir, já, líffræðilega eru bara kynin 2, þá eru þau náttúrulega bara að opinbera eigin heimsku. Hvort sem að þau eru að gera það til þess að það getur vel verið að hann viti betur. En hann bara notar þetta þegar hann veit að það er til fullt af fólki sem að reiða fólkið, sem er tilbúið að kjósa hann ef hann segir þetta, ef hann talar inn í þessa orðræðu. Og við eigum ekki að ýta undir meiri reiði og meira hatur í þjóðfélaginu með því að vera að bjóða, þú veist, í viðtal fólk sem að er gaggjart að brjóta niður samfélagið okkar með þessari orðræðu. Allra síst í Ríkisútvarpið. Allra síst í Ríkisútvarpið. Við komumst ekki lengra en það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við þig eins og áður og enn og aftur til hamingju með þennan glæsilega árangur, hvað var bíómyndina góðu og ég vona að við eigum þig áfram að sem viðmælanda hér við Rauðaborðið. Já, mig grunar það. Gott að heyra, takk fyrir. Takk sem leys. Og ekki fara langt, kæru hlustendur, höldum áfram eftir andartak með nýja kafla. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.